Þessi djúpa speki sem við ætlum að skoða sótt í tímaritið Agganjoti og hún komin frá Yug Rishi Pandit Sriram Sharma Acharyaji. Og strax í byrjun farið beitt að kjarna málsins. Það hugurinn sem uppspretta allar okkar sigra og ósigra. Hann sem sagt lykillinn að allri okkar þróun. Þetta fá en ótrúlega þung orð, það ekki? Þau draga fram þennan djúpa sannleika sem við ætlum að kafa í. Hér sést svo vel tvíeðli hugans. Hann annarkvort uppspretta frelsunar eða orsök fjötra. Allt veltur á þessu eina, hvort honum stjórnað eða hvort hann fær að ráfa stjórnlast. Jæja, köfum þá dýbra ofan í þetta fyrsta meganatriði. Hugurinn sagður vera orsök bæði velgengsni og mistaka. Hann í senn okkar allra tryggjasti vinur og jafnframt okkar versti óvinur. Þessi samanburður sýnir þetta svo ótrúlega skýrt. Hvernig sami hugurinn getur leitt okkur á tvo gjörólíka staði. Annars vegar höfum við stjórnaðan huga sem eins og nektarguðana og leiðir til upphefðar, jafnvel til þess að maður verði, alheimskonungur. Svo það hin hliðin, stjórnlasi hugurinn sem eins og bannlænst eitur og leiðir bara til hnignunar. Vali virðist því augljóst, það liggur í sjálfsaga. Og bara til að undirstrika að þetta engin leikur, þá vitnað beint í hinn helga texta Bhagavad Gita. Hér það drottinn Krishna sjálfur sem viðurkennir hversu eirðarlaus hugurinn í eðli sínu. Svo þetta ekki hvað létt verk, þetta ein af stóru áskorunum mannlegrar tilveru. Allt í lagi, þá við komin að lausninni. Kjarnanum í þessu öllu saman. Hér lykilhugmyndin einbeitingu kynnt til sögunar. Þetta sem sagt aðferðin til að virkja og beisla þennan gríðarlega kraft sem býr í huganum. Þessi líking alveg frábær, hún útskýrir þetta svo vel. Óaguður hugur nefnilega eins og sólin. Hann ótrúlega öflug, en þegar geislarnir dreifðir allt, þá veit það bara mildan ill. Krafturinn alveg til staðar, en hún bara ekki beint rétt. Og nú bætist nýtt verkfæri við þessa líkingu. Hvað gerist ef við notum linsu? Einbeitingin, hún þessi linsa sem safnar saman allri andlegri orku. Hún sameinar það sem áður var dreift og sundrað. Og hér sjáum við svo afraksturinn. Þegar þessari söfnuðu orku beint að einu markmiði, þá getur hún kveikt eld. Það sem áður var bara mildur elur verður að afli sem getur framkvæmt kraftaverk. Þetta lofurðið, þetta það sem einbeittur hugur getur orkað. Og hvaða kerfi hefur svo verið þróað til að ná nákvæmlega þessari einbeitingu? Svarið jóga. Hér skilgreinir spekingurinn Maharshi Patanjali jóga einmitt svona, að stöðva og stjórna hugarárum og beina þeim að einum punkti. Þetta sem sagt hinn fornu vísindin stjórnun hugans. En þessi speki fer ennþá dýpra. Hún lítur ekki bara á hugan sem eitthvað verkfæri, heldur sem guðdómlegt fyrirbæri í sjálfu sér, geymslu óendanlegs skapandi krafts. Það sem svo sláandi við þessa tilvitnun hversu beinskíkt hún Hér engu logið, hinn mikli spekingur Yajnavalkja lýsir því bara yfir, alveg án fyrirvara, að hugurinn sé í raun Guð, að hann sé óendanlegur. Og þessi djúpa hugmynd ítrekkuð aftur og aftur í Upanishaditunum, einum elsta og helgasta texta heims. Hér hugurinn sagður vera sálin, heimurinn og jafnvel sjálfur skaparinn, Brahma. Þetta sýnir svo vel hversu miðlegur og almáttugur hugurinn talin vera í þessari heimspeki. Og til að innsýgla þetta allt saman, þá kemur hér yfirlýsing frá drottni Krishna sjálfum. Með því að segjast vera hugurinn meðal skilningavítana, þá setur hann hugan í æðstu stöðu og staðfestir leið heilagleika hans og yfirbyrði. En hvernig í ósköpunum þá hægt að ná valdi á þessum guðdómlega krafti? Jæja, nú færum við okkur frá því hvað hugurinn yfir í hvernig við getum öðlast meistarann yfir honum. Gilata kennir okkur tvær meginreglur. Sú fyrri abhyasa, sem þýðir stöðug, einbeitt iðgun. Þessi viðleitning til að koma aftur og aftur að viðfangsefninu og stofa hugan frá því að reika. Sú síðari vairagya, sem frelsi undan viðhengi, eða sem sagt að losa sig við óhóflegar langanir og græði sem trufla bara friðinn í huganum. Saman mynda þessar tvær stoðir grunninn að þessu öllu. Og hvernig iðkum við svo þessar meginreglur í reynd? Jú, með tveimur lykilaðferðum úr jógafræðanum. Pranayama eða stjórn á lífsorkunni með öndun notuð til að róa hugan og dhyana eða hugleiðsla notuð til að temja þennan óstöfuleika og beina athyglinni inn á við. Og núna við komin að lokakaflanum, að hinnu endanlega lofurði, afrakstranum að því að ná fullkomnu valdi á huganum.
Kjarnin er einfallega þessi. Meistrun yfir huganum jafngildir meistrun yfir heiminum. Þetta er lokamarkmiðið. Þegar innri heiminum er stjórnað, þá mótast ytri heimurinn ósjálfrátt í samræmi við það. Og þessi meistrun er algjörlega alltæk. Stjórnaður hugur gerir manni kleift að ná tjókum á öllum 4 megintilgangum lífsins, að uppfylla skyldur sínar, afla sér lífsviðværis á réttlátan hátt, njóta ánægju lífsins og að lokum ná andlegri frelsun. Þannig að þetta er ekki bara einhver andleg iðkun, þetta er heildræn nálgun á lífið sjálft. Þessi lokahugsun er ekki bara heimspeki. Hún er ákall til aðgerða. Hún er áminning að krafturinn til að móta veruleika okkar og yfirstíga allar áskorunir, hann býr innra með okkur, í okkar eigin huga.